Já, þá komið að því að kíkja á þætti úr sögu sósíalismans hérna við Rauðaborðið. Árni Daniel Júlíusson sagnfræðingur, vertu velkominn. Takk. Þú skrifaði grein í nýtt tímarit sem heitir Demos árin 1917 til 1923 sem við ætlum að fara yfir. En af því að þú nú annar ritstjóri, eða ekki, að Demos? Jú. Þá kannski segir mér aðeins að því hvað... Já, Demos svona tímarit sem ætlað að fjalla sögu og samfélagsmál og það var að koma út í síðustu viku í pappírsformi og von á því á vefnum mjög fljótlega. Þannig komið töluvert á vefinn, sko, til dæmis að greinin þín á vefnum. Já, ég sem sagt veit aldrei alveg hvort þetta opið eða lokað, en ég held að þetta sé opið núna allt saman, þannig að fólk geti skoða þarna allt á vefnum. En sem sagt, ég held að standi til að hafa þetta eitthvað opið til að byrja með allavega, svona í kynningarskinni. Ég veit ekki hvað að segja, undirbúningur byrjaði kannski, 2020 eitthvað slags. Það svona... Andrés Eiríksson, hann hinn ritstjórinn og hann hefur verið prímusmótor í þessu, hann býr á Írlandi en kemur alltaf öðru hvoru hingað til lands og hittir vini sína og félaga og hann fékk þessa hugmynd. Ég held að hann hafi verið mjög upptendraður af Jeremy Corbyn og fór reglulega á ráðstefnur þeirra samtaka sem stóðu á honum, hvað heit ekki Momentum, og hann, ég held að hann sé ennþá upptendrað þó að Jeremy Corbyn sé ekki lengur formaður Verkamannaflokksins og við fengum alls konar gott fólk í lið með okkur. Við höfum sambandið Nancy Fraser sem er mjög framarlega í flokki vinstri manna og kvenna í Bandaríkjunum. Hún gaf góðfúslegt leyfi til að yrði þýdd grein hennar og Einar Már Guðmundsson rithöfundur, hann gaf góðfúslegt leyfi til að yrði birtur kafli úr nýjustu skáldsögu hans, skáldlega afbrotafræði. Og greinin Frasers fjallar forsendur þess að það varð mögulegt að maður eins og Donald Trump kemst til valda í Bandaríkjunum 4 ára skeið og það er svona úttekt á því hvernig nýrfrjálshyggjan lék sko vinstri vænginn og opnaði svið fyrir svona hægri populisma eins og populisma Trumps. Mjög góð og ítalig greining sem er mjög relevant akkurat núna þegar Trump er annarkvort í fangilsi eða í Hvíta húsinu virðist muni vera planið. En síðan voru fleiri félagar komið til liðs við okkur eins og Þóran Hjartarson á Akureyri sem er mjög virkur í öðru veruviti sem heitir öðru rótækurviti sem heitir Nestar. Prímusmótor þar og Axel Kristinsson, félagi okkar Andrésar sem er þekktur sagnfræðingur og skrifaði upphaf stéttaskiptingar og það er mjög öflugur ritstjórnargrein eftir Andrés Eiríksson sem bendi fólki á að lesa. Hún er opin á vefnum og þar er... Og mikið af þessu sem þú búin að nefna er opið á vefnum. Já. Hvet fólk bara til þess að kynna sér þannig. Já. Áhugaverðar greinar margar. Og einu þeirra, þú skrifar hana, Já. sem er svona byltingar árin í Evrópu, Já. 1917 til 1923, Já. sem höfðu mjög mótandi áhrif á alla öldina. Já. Og það er eiginlega saga sem að mér langaði að fá þig til þess að segja okkur hér. Já. Hvað gekk á í Evrópu á þessum árum? Já. Og hvert það leiddi. En ég býst við að við þurfum þá að byrja einhvern veginn á einhverju mynd af Evrópu fyrir 1917. Af hverju kemur þessi breytingatími eftir fyrra stríð? Sko, þetta er bein afleiðinga fyrir heimsstyrjöld. Það er sem sagt stríð í gangi í Evrópu sem byrjar 1914 og sem varð svona stalemate eins og kannski svolítið í Úkraínu núna.
það fór mjög fljótt að hrikta í stoðum þessara ríkja sem að voru að berjast. Sérstaklega fór að hrikta í stoðum þessara 3 keisararíkja í Evrópu. Það er Rússland, Þýskaland og Austurríki-Ungverjaland, og raunar líka í bara Frakklandi og Ítalíu og kannski síður í Bretlandi, þó var ansi mikið í gangi þar í Bretaveldi, því að Írland var hluti af UK og þar var uppreisn, Básku uppreisnin 1916. Þannig að það var 1916-17 þá var ansi mikið farið að hrikta og mikil óánægja með styrjöldina og mannfallið þar og ólýðræðislega stjórnarhætti í þessum ríkjum, sérstaklega á meginlandinu, og í febrúar 1917 þá hrynur rússneska keisaradæmið. Þar byrjar hrunið. Það sem gerist síðan er að í nóvember 1918 þá hrynja hin 2, Þýskaland og Austurríki-Ungverjaland, og byltingar ástandið breiðist sem sagt út frá Rússlandi til þessara ríkja, og það er borgarastyrjöld í Finnlandi, það er borgarastyrjöld á Írlandi, það er upplausn á Ítalíu og svo framvegis. Þannig að þetta var alveg sem sagt náðu alla álfuna, þetta upplausnarástand, og sagfræðingur sem telur 26 valdaskipti á þessum tíma, nánast alla Evrópu, sko. Þú sagðir að þetta hefði breiðst út frá Rússlandi. Já. En svo lýsir þessu líka eins og það sem sagt lögmæti stjórnvalda víða álfuna að falla, og þá skapast tómarúm til þess að fylla upp í valdið. Já. Og stundum í svoleiðis ástandi getur verið næstu því tilviljunarkennt hver fyllir upp í tómið. Akkúrat. Hvort er það sem sagt að ástandi verður vegna þess að fyrrum stjórnvöld missa lögmæti sitt, eða kemur nýtt afl sem að hrekur þau í burtu? Sko, fyrst og fremst ég held að mikilvægast hafi verið sko tómarúmið. Því að þetta heitir greininu kölluð forræðiskreppa í Evrópu, og það heitið vísar til þessa tómarum sem myndast þegar stjórnvöld falla, og kannski í því sem ekki alveg nákvæmt hjá mér að segja að þetta hefur breiðst út frá Rússlandi, því sko við getum alveg séð fyrir okkur að þetta hefur byrjað í Þýskalandi og síðan hruni líka í Rússlandi og bara eins og segir tilvel hvar þetta byrjaði og hvernig þetta hélt áfram, og ég held að það sé mjög mikilvægt að átta sig á því að það vissi enginn þá að það yrði bara Rússland sem yrði sósíalist ríki upp úr þessu. Ástandið var algjörlega opið alla Evrópu, og það urðu til Sovétlýðveldi bæði í Þýskalandi og í Austurríki-Ungverjalandi árið 1918, alveg eins og var til í Rússlandi seint á árinu 1917, bara skömmu síðar, eða ári síðar þá voru komin Sovétlýðveldi í viðbót bæði í Bærlandi og Ungverjalandi. Og það sem meira er sko er að sem sagt, leiðandi aðili í baráttunni fyrir sósíalisma alveg fram til 1914 var þýski sósíaldemokrataflokkurinn, og hann hafði byggst upp á löngu tíma og í samhengi við þessar kenningaskrið þeirra Marx og Engels, og Engels hafði átti mikið þátt í að byggja upp þýska sósíaldemokrataflokkin, og allir sósíalistar í Evrópu litu til hans með forystu, og þar á meðal Lenin og þeir bolsjevikar, og þeir litu allir svo á að það yrði þýska byltingin sem yrði fremst og öflugust, og hún
myndi leiða heimsbyltinguna, að minnst kosti Evrópubyltinguna. Því að þar var verkalýðurinn hlutfallslega fjölmennastur, byltingin gengi lengst. Já. Og verkalýðurinn sterkasta stjórnmálaaflið sem kannski var ekki raunin í Rússlandi. Akkurat. Og en það sem gerist í Þýskalandi 1914 er að sósíaldemókratar þeir ganga í lið með keisarastjórninni og samþykkja fjárlög, peninga til stríðsreksturs. En það var nú reyndar stutt tímabil því að fljótlega þá fóru sósíaldemókratar að hallast að því að þetta væri nú vitleysa með þessa styrjöld, sko. En svo kallega meirihlutar sósíaldemókratar, þeir héldu áfram stuðningi við stjórnina. En fleiri sósíaldemókratar yfirgáfu þá stefnu og þá stofnaður, og þeir voru reknir úr sósíaldemókrataflokknum og stofnuðu nýjan flokk og síðan kvarnaðist vinstra megin út úr þeim flokki og þar voru Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht í forystu og þau voru byltingarsinnar. Rosa Luxemburg hafi verið einn af helstu foringjum flokksins alltaf og alltaf mjög róttæk og þau leiddu baráttuna gegn stríðsþáttöku keisaraveldinu, leiddu baráttuna gegn keisaraveldinu allt tímabilið 1915, 16, 17 og urðu síðan forystumenn í byltingunni þegar hún varð í Þýskalandi í nóvember 1918 og þessi bylting, hún var mjög, þetta var bylting að neðan, það var enginn sem skipaði bara, þetta var nákvæmlega eins og í Rússlandi í febrúar 1917 sú bylting hófst bara sjálfsbrottið, það var enginn flokkur sem skipaði fyrir að þeir gerð bylting, þetta var bara mjög svipað eins og búsáhaldabyltingin hér. Íran 79, við viljum bara stjórnvöld burt, en það er óljóst hver það er sem að tekur við og eða hvort að hópurinn sé sammála hvað þeir að taka við. Algjörlega. Og í Þýskalandi þá var til tvíveldi. Annars vegar var keisarastjórnin var hrunin reyndar hún hrundi með byltingunni og allir voru sammála að lossa við keisaran hann fór til Hollands og dó þar skömmu síðar eða nokkuð síðar og en síðan voru tveir aðilar þannig annars vegar herfræðingarnir og meirihlutar sósíaldemókratar sem að vildu halda áfram einhvers konar borgarlegri stjórn og hins vegar var byltingarstjórn sem að Karl Liebknecht lýsti yfir af sölum ríkisdagsins í Berlín, ef ég man rétt. Og þetta tvíveldis ástand var í Þýskalandi eins og reyndar hafi verið í Rússlandi frá febrúar 1917 til október 1917. Þetta var meira og minna í gangi alveg til 1923. Óljóst í hvora áttina þetta myndi falla? Já, í Þýskalandi. En sko, hægri mennirnir unnu fyrsta slaginn bara og með stór þáttur í því var það að þeir svo kallar frækorps, það voru svona proto-fasískar sveitir sem voru bara hermenn sem voru komnir af vígvellinum eftir uppgjöf Þjóðverja. Þeir voru settir í það að bæla niður byltinguna í Berlín sem var miklum gangi þannig í janúar 1919 og þeir meðalans tóku forystumenn róttæku aflana, byltingarsinnana af lífi í janúar 1919 Liebknecht og Luxemburg. Það er svona aðferði sem að síðar voru notar víða heim í kontor í Suður-Ameríku þar sem að vinstri menn eru einfallega drepnir. Já, þetta er þetta var gaf tónin fyrir hvernig farið yrði með byltingafólk á 2000-öldinni og reyndar hafi nú ekki verið mjög friðsöm endalok Parísarkommununnar 1871 svo eitthvað megin þar voru 20.000 byltingamenn drepnir en þó að þau væru dáin þá hélt byltingar ástandið áfram og
sko Paul Levy það var búið að stofna kommunistaflokk í Þýskalandi, hann var fljótt mjög öflugur og Paul Levy var forystubáður hans og hann leiddi sko, þá voru hægri menn reyndu að ná völdum í svo kallu kapp putsch var það kallað valda hallarbylting og kommunistar þeir leiddu verkföll gegn þessu, þetta gerist í manni hvert það var 1920-21 á sama tíma þá sko Lenin og Stalin að sækja að Varsjá í rússnesku borgarastildinni svona var ástandið, það var allt upp í loft eins og segir og ef að engin veit hvað hefur gerst ef að Stalin sem var herforingi, var kommissar í Pólandi hefði náð Varsjá en Pólverjar stoppuðu það þeir risu upp vegna þess að þeir voru búin að fá nóg af rússum almennt og við sjáum að það er svona löngu búin að fá nóg af þeim já, kunnulegt minnstur sko að fá nóg af rússum en hérna já, en verkföllin þau kváðu niður þessa byltingatilraun hægri aflana í Þýskalandi og síðan gerðu sko hvort það var 23 sem að kommunistar reyndu svo að ná völdum en það mistókst og við tókum Weimar-lýðveldið og það er mjög athyglisverður tími, þar var eiginlega pólitískt og kannski menningarlega líka, það var tvíveldi áfram meira og minna, þó að Weimar-lýðveldið væri svona ákveðin stabilisasjón á ástandinu, þá var stöðugur núningur á milli fyrsta lagi hægri aflana öðru lagi sósíaldemokrata og ekki síst á milli sósíaldemokrata og kommunista sem voru svona sirka jafnstórir kommunista studdu byltingunni í Rússlandi og voru mikilvæga partur á komindin og Þjóðverjar voru alla tíð alveg þangað til næstar komst til valda 1933 hin hornsteinninn í þriðja alþjóðasambandi kommunista og á þessum tíma, byltingatíma í Þýskalandi þar sá tími mótaði mjög öfluga foringja íslenskar kommunista Einar Olgeirsson, Brynjólfur Bjarnason og fleiri og þeir voru í Þýskalandi í þessari miðri þessari hringið og upplifðu þessari byltingatilraunir og allt þetta sem var að gerast Nú er þetta svona sturlaðu tími, þetta er hérna ríkið, gömlu ríkin bara hrynja og hverfa á sama tíma og það er gríðarleg svona samfélagsleg deigla í Londonum út af iðnbyltingunni og flutningum fólks og sveiti í borg og það er bara nútíminn er að fæðast á eiginlega tíma þar sem að forræðið hverfur allt í einu Já og þá erum við með tíma sem við gætum sagt að það væri svona óléttur af mörgum framtíðum. Akkurat. Og eitt af því að þú nefndir hann áðan með svona öflin helstu í Þýskalandi sem er í þá hægrið og sem að gælir við fasisma. Já. Sósíaldemókratarnir og kommunistanir. Róttækir sósíalistar myndu kannski segja í dag. Já. Nú er það líklega svo að niðurstaðan var frekar í þá áttin að sósíaldemókratar bjuggu til eitthvað svona bandalag með hægrinu. Já, það má var hinn möguleiki sá ef að ekkert af þessum er nógu stórt til þess að hafa afgerandi meirihluta, var möguleiki á að sósíaldemókratar og róttækir sósíalistar innu saman eða Já, sko, það er svo vatn og olía eins og ofta yfir þurra. Nei, sko, ef við lítum til Austurríkis Ungverjalands þá þá sjáum við aðra mynd heldur en í Þýskalandi þar sem að þessi harka var á milli sósíaldemókrata og kommunista og sem átti sér rót í sko þessum morðum á Luxemborg og Liebknecht og þeim tókst aldrei að svona ná einhverju samspili þar á milli þannig að þeir næðu saman og svo náttúrulega fór sko Sovétríkin að spila þannig inn í sko
en það er umlega setna, það er eftir 23, ef við reynum að halda okkur á þessum tíma sem að þú valdir, 6 ára. Sko 23 þá er samtíminn aldeilis óléttur og ólíkum framtíðum. Og það sem að gerist í Austurríki og Ungverjalandi er annars vegar þá ná kommunistar, við nú helst sko halda mig við það orð, því það er ekki róttækur sósíalismi, þá heldur kommunismi. Það er mikilvægt að svona halda því til haga svolítið, skulum segja á þeim tíma fyrir, en 1923 þá 1923 þá semst kommunistar við völd í Ungverjalandi í nærri því ár held ég, og það sem gerist svo í Austurríki er að þar komast mjög róttækir sósíaldemókratar til valda. Þar getum við séð sko hvernig þetta hefði verið ef að sósíaldemókratar og kommunistar hefðu unnið meira saman í Þýskalandi og svoleiðis. Þar er eina af þessum framtíðum sem við talar sko. Þar var borgarstjórnin í Vín mjög róttæk og hún bjó til mjög öflugt húsnæðiskerfi sem er svo ódýrt að fólk, það er næstu í hlægilegt. Menur en þá allan heim að dásta þessu, rauðu vín. Já, og þannig að þar var komið upp módel sem að hefði ekkert komið upp án byltingarinnar og sko í rauninni þá var það sem að gerðist, ég meina það gerðist mjög margt í margar kröfu verkalýðshreyfingarinnar, þeim var náð fram í Þýskalandi jafnvel, eins og 8 tíma vinnudagur, áhrif kvenna jukust, alveg stórjukust, þær fengu kosningarétt mjög víða og fleira. Þessi bylting hún hafði mjög mikil áhrif þó að sko sósíalistar, þó var ekki gerð sko, þó að einkaeignin var ekki afnumin í Þýskalandi eða Austurríki og Ungverjalandi, og ég meina áhrifin í Tyrklandi voru líka gríðarleg. Það vil draga það líka inn því að það var 4. stórveldi sem féll og það var líka Evrópstórveldi og allstaðar á þessum svæðum þá kemst til valda frjálslynd sko borgarleg stefna, allavega einhvern skeið, þangað til heimsbyltingi kemur, þá verður allt vitlaust aftur, ekki byltingin, heimskreppan fyrir ekki 1929 og þannig að þetta tímabil allt 1917 og alveg til 1933, þetta er sko 23 og líka til 33, þetta er allt saman tímabil þangað sem hægt er að sækja alls konar fyrirmyndir með árangur baráttu, hvað gerðist, hvað var hægt að gera. Það var ekki bara Stalin og það í Rússlandi sko. Ekki bara 2 leiðir heldur. Nei, heldur fleiri. En það, við má aðeins staldra við það sem kemur út úr þessu tíma, því að þú nefnir þarna, þó að þessi kannski ekki alveg falli ekki alltaf inn á þessi 6 ár, að þá er það almennu kosningaréttur. Já. Það er samkomulag, hvað við segja, borgarlega ríkis að barátta verkalýðsins verða að geta verið háð. Það eru einhver svona samkomulag hvernig vinnudeilur eru listar, viðurkenning á verkfallsrétti er sumstaðar bara komin á þessum tíma en að þetta komið miklu seinna annars staðar, en það er í þessum tíma sem að eru eiginlega rætur þess að inn í samfélaginu sé stéttabarátta. Já. Sem að ég nefndi þetta núna því að við vorum hérna síðastliðið vetur þess að við höfum verið að ræða það eftir bara afnema það með því að láta ríkissáttasemjara bara banna verkföll ef hann teldi það að vera óskynsamlegt. Já, þá erum við komin sko aftur fyrir 1918, ekki satt. Sem sagt, jú, þú nefnir þetta kannski gerðist ekki á okkur á þessum tíma, þessi form, þegar stéttabaráttan var sett í form, það er viðurkennt að verkalýðsfélögin mættu vera með verkföll, borgarastéttin viðurkenndi það, en það er á þessum tíma sem að grunnurinn er lagður að því. Já. Án þessara átaka þá, borgarastéttin var mjög hrædd, því að það leit allt út fyrir að það yrði bara afnumin þessi einkaeigna rétturinn yrði bara afnumin á stórum svæðum jarðar sem það varð, en kannski jafn stórum eins og stundur leit út fyrir að yrði. Og rætur þessarar eins og almennu uppbyggingar velferðarkerfisins í Evrópu sem að hér á landi
var mótuð á millistríðsárunum og sérstaklega 1930-40 með rauðgrænustjórninni. Ræturnar eru í þessum tíma 1917-1923 líka að þeim ástæðum þetta mjög merkilegu tími og til dæmis þessi frægu skandinavísku sósíaldemokratísku módel þau eru ættuð beint úr byltingunni í Þýskalandi 1919. Já. Og þessi saga nær hingað, það hérna þótt að því gerist allt miklu seinna kannski að þá eiginlega borgarastéttin missir völdin tíma yfir ríkinu með samvinnu og verkalýðshreyfingarinnar og flokkana sem að tengjast þeim. Það gerist formlega 1927 en við höfum ekki gleyma hlutum eins og Hvítastríðinu sem var 1920 það var svona endurómur og angi af þessum átökum sem voru í gangi. Svo getum við sett svona milestones þar sem við sjáum hvernig árangurinn kemur fram í því að borgaraflokkarnir sitja ekki yfir ríkisvaldinu, yfir að samningsrétturinn viðurkenndur og verkfallsrétturinn og almannatryggingar settar upp og það eiginlega sagan þín svo að allt þetta, allir þessir ávextir sem að koma út úr baráttu alþýðunar inn í hinnum borgaralegu ríkjum eigi rætur í þessari baráttu. Já, í þessu falli stórvelda eftir hildarleik fyrri heimsstyrjaldar. Þá komum við öðru, af því að þú ert sagnfræðingur og þú getur valið þú getur skrifað alla söguna og það líklega þannig að fólk velur sér viðfangsefni sem að upplifir að hafi einhverja svona endurómun, rými á einhver leyti við samtíman. Já. Hvað við þennan tíma sem að rýma við samtíman í dag? Það svona impúlsin að þessum greinarskriðum var 100 ára afmæli rússnesku byltingarinnar 1917 og núna í ár er 100 ára afmæli þess að þessi byltingatímabili lauk og þá var náttúrulega endurómurinn sá að í kringum 2008 til 2011 2015 kannski, þá var svona tímabil sem hafði ákveðnar skítskotanir til þessa tíma. Það var reyndar ekki eftir stórstyrjöld en það var svona tómarum sérstaklega eftir hrunið forræðiskreppa sem að sem sagt ég vil ekki vanmeta til dæmis þátt eins og innrásinnar í Írak í forræðiskreppunni þar og jafnvel enn áður 1999 þá var uppreisnin í Seattle sem að hreyfði verulega við þessum hugmyndum hnattvæðingu og engavæðingu og fjármálavæðingu en 2008 heima Íraksstríðið, það þetta að sjá það í til dæmis að það eru sterkasti stjórnmálamadurinn Davíð Oddsson eiginlega kláraði pólitíska inneiksina þar, hann bar ekki sitt barr eftir að ekki það ákvörðun. Þetta eiginlega það var engin stjórnmálamaður sturtað hratt úr pólitíska inneiksini því hann var eiginlega í varnarbaráttu alla tíð síðan. Já, og já, það voru eitrað stríð fyrir svo marga, Tony Blair, Bill Clinton og þeir alveg, það er örgulega en já, svo kemur alvöru forræðiskreppa, alveg að fullu þunga eftir alþjóðar fjármálahrunið og þá fara af stað hreyfingar sem að minna mikið á þessa hreyfingu í Evrópu. En ég vil ekki alveg skilja við Evrópubyltinguna á þess að nefna til dæmis byltingar sem voru búin að vera í gangi á undan. Það er rússneska byltingin 2005. Hún var mjög kröftug og var einhvers konar svona generalpröfa, við erum aftur að tala um generalpröfa fyrir rússnesku byltinguna í 1917 og kannski er munurinn á Þýskalandi og annars vegar og Rússlandi hins vegar að Rússarnir hefðu generalpröfu, ekki þjóðarnir og það var bylting í Kína og það var bylting í Mexíkó
og það var bylting mjög víða utan Evrópu eftir 1900 og til 1917 sko. Þannig að það má ekki gleyma því sko. Það svona, við erum ekki, þó að Evrópubyltingin hafi verið mikilvæg þá var hitt líka mjög mikilvægt sko. Sem að gaf svona tónin inn í Evrópu að það væri hægt að fella stjórnvöld og byrja upp á nýtt. Já. En ég spurði hvernig þetta rými við okkar tíma og þá vísar eiginlega til tíma sem eiginlega liðinn. Það eiginlega þannig að þessi forræðiskreppa sem var í kringur hrunið, í aðdraganda hrunsins og eftir hrunið, hún liðin hjá eða hvað? Ekki að fullu, alls ekki sko. Og segja að forræðisblokkin sem að réði ríkjum við hrunið, það nýfrjálshyggjublokkin, það væri bæði hægrimenn og sósíaldemókratar sammála það að markaðurinn skyldi ráða á nýfrjálshyggjan ríkja og alþjóðavæðing óheft væri best fyrir alla. Sú samstaða horfin og það ekkert komið í staðinn ennþá. Og þessi flokkar náttúrulega ekki svipur hjá sjón sko. Það eru margir sósíaldemókrata flokkar. Samfylkingin reyndar ís upp í konunum í dag en við getum tekið svona flokka sem eru mótandi áhrif á uppbyggingu síns samfélags á síðustu öld eins og í Hollandi. Ég held að hann sé bara með 5% fylgi í dag. Við sjáum lönd eins og Ítalíu þar sem að leiðandi flokkarnir þeir eru varla til lengur sem að voru leiðandi á eftirstríðsárunum og fram að hruni. Við sjáum það bara líka nær okkur eins og í Skandinavíu þar sem eru sigurvera kosningarnar í Svíþjóð eru ultra hægri flokkur. Já. Og því miður það staðan víða heim. Já, það sem sagt þannig að forræðiskreppan í gangi sko. Já, hún í gangi og þetta svona farið að minna svolítið ískyggilega á suma hluti sem voru í gangi upp úr heimskreppunni 1929 og það sókn hægri aflana en þau hafa nú ekkert frítt spil sko. Við sjáum bara í Bandaríkjunum þar hefur verið snúist að verulegri hörku gagnvart þeirri framsókn og það allavega ekkert útsýð það hvernig það verður held ég. Það kannski fyrir eitthvað spurningum að eins og efnilegar tilraunir róttækra sósíalista eins og í Grikklandi þær fóru út þúfur 2015. Það er sem sagt vinstrihreyfingin hún á og kannski sérstaklega eftir að sko Úkraínustríðið hófst þá eru vinstrimenn stöðugt sakaðir ef þeir gera athugasemd við óhefta framgöngu sem sagt eiginlega Bandaríkjanna og þeirra bandamanna þá eru þeir sakaðir að vera rússadindlar og Pútín elskendur sem þeir eru eiginlega aldrei og þannig að það ástand en það nú mættilega bara tímabundið vonum við en þú nefnir Syríza í Grikklandi sem var kannski svona eitthvað litið mistókst leiddist út í mikið svona tilraun til þess að ná einhverju skárra samkomulagi heldur en var. Það var ekki hugmynd að geta gert eitthvað breytt. Við erum með Podemos og Spáni sem styður núna ríkisstjórn verilega horfið. Það að vera til bara nýrflokkur þar og gamli leiðtoginn hann búin að gefast upp á pólitík og þannig að við sjáum að sumuleyti svona það sem að verður til í eftirhrunsárunum vinstramegin eiginlega að hverfa. Þú nefndir aðdáun meðritstur hins á Corbyn sem að margir hrifust með, róttækir sósíalistar. Hann náttúrulega var eiginlega hann var búið að henda hann út úr flokknum og það eiginlega bara núna fyrst að því við nefnum Corbyn að þetta var náttúrulega rosalegt sem að aðförin á honum var mikil. Maður tekið eftir hvert fólk til þess að fara inn á YouTube og googla ný myndbönd og ný viðtöl við Corbyn því hann að rísa upp aftur ótrúlega sterkur og flottur eftir svona frekar gráan tíma sem er skiljanlegt í aðför sósíaldemókratana að þessum róttæka sósíalista voru náttúrulega svívirðileg.
Já, hún minnir sko á ákveðin hátt á þessa aðför sósíaldemókrata að róttækum sósíalistum í Þýskalandi eftir nóvemberbyltinguna. Þó að Corbyn hafi ekki verið drepinn, þá var hann sko rituelt drepinn með mjög sóðalegum aðferðum, er ég rótt að segja, og potensiali sem hann hefur, það var ekki drepið þó að blöðunum hafi verið beitt til þess að loka hann af í bíli sko. Ég meina, já, maður veit ekkert hvernig þetta fer, þannig séð sko. Þetta er mikil degla og einmitt svona forræðis. Það er barátta framtíðina. Já. Því að hvað getum við sagt, að samfélagssáttmáli samfélagana fram að hruni, hann er fallinn. Já, og við sko hérlandi, þá erum við, Ísland var náttúrulega framalega í flokki með árangur í þessari bylgju forræðiskreppunar 2009 þegar mótmælahreyfing felldi hér ríkisstjórn og við sjáum framhaldið hér snýst það mikið um það að loka á róttæka verkfærishreyfingu og það hefur ekki tekist, ekki fram að þessu og sýnist það mjög róttæka tilhöndin til þess samt hafa farið fram sko og þannig að, já, við sjáum hvernig það spilast á því áfram. Þannig að við erum í tímabili svona forræðis. Já, það virðist ennþá vera. Það leit út fyrir á tímabili að það væri að lokast en það virðist ennþá vera svona tvíveldið á ákveðin sviði. Já, ok, en ég ætla að halda áfram að leyfa mér að bera saman þessa tíma. Því að til þessi sagan eða ekki. Jú. Á tímanum sem þú ert að fjalla í Demos, þar stórir hópar sem trúa því að við getum bara gerbylt samfélaginu. Við getum byrjað upp, við getum losað okkur undan aldagamalli kúun, þar sem við höfum lítil völd og lítil það að segja hvernig við höfum það og við getum mótað upp samfélag eftir okkar höfði. Já. Þessi trú sem var til þá, hún er ekki eins útbreidd og ekki eins sterk. Nei, en sko ég held að... Hvað gerðist? Er reynslan svo í sögunni að þetta sé ekki góð leið eða á hverju mistu henni kúuðu þessa trú? Sko, þetta náttúrulega tengist afdrifum hins raunverulega sósíalisma og það er dálítið löng saga sem er kannski flókið að fara út í en kannski má benda á að sko Lenín hann bjóst ekkert við því að þurfa að stýra eina sósíalíska ríkinu í heiminum. Það var einhvern veginn aldrei inn í myndinni. Og þegar hann bjóst alltaf við því að sósíaldemókratar í Þýskalandi myndu taka völdin og gera byltingu og hann rússneska byltingin myndi geta stuðst við Þýskaland sko. Og það er náttúrulega nightmare scenario fyrir borgarastéttina. Það hefði þýtt endalok kapitalismas í heiminum að öllum líkindum. Það hefði ekki einhvern tíma en sko Þýskaland og Rússland saman á einhvern nátt hefur alltaf verið martröð vestuveldana eins og Bretlands og Bandaríkjanna sérstaklega. En við getum skrifað alveg skáldsögu það, ég meina svona anti Orwell 1984 hvað hefði gerst ef að Þýskaland og Rússland hefði orðið saman sósíalísk ríki en við skulum ekkit, það er bara mjög skemmtileg pæling sko við skulum ekkit fara neitt nánar út í það og ég er ekkit viss að sko það hefur neitt færri sem það á þessu róli þarna sem hann nefndir að fólk verið samfært að þyrfti að í raun og veru sko það sem að gerist þarna 1917 að fólk búið að fá nóga styrjöldinni og í því hlutfalli þá sko það hefur engin stórstyrjöld verið þessi forræðiskreppa sem að vera rækta upp eina býðum að sjá en allavega þessi forræðiskreppa sem varð sko 2009 hún hlutfallslega miklu öflugri vegna þess að hún varð ekki í framhaldi af hrannmorðum sko tilgangslausum hrannmorðum kreppan var allt öðruvísi og að sumleiti þá hún ennþá skelfilegri fyrir borgarastéttina vegna þess að viðbröðin voru mjög öflug á mjög mörgum sviðum sko. En jú, það reyndar sko skipuleg verkalýðshreyfing fer ekki fram undir merkjum byltingar eins og þá var sko. Skipulagsaflið kannski minna
og miklu minna í mörgum löndum. Já, miklu minna. En gleymið því ekki sko, að þörfin fyrir breytingar orðin miklu brýnni og held sko, hún Greta okkar, hún hefur fingurinn á púlsinu með það, Greta Thunberg, hverju sinn, það er ekki hægt að halda þessu áfram. Við getum ekki haldið áfram hagvexti áfram, ég nefndi þetta hér við borðið og það er svona, hvernig segja, það er objektív, það er sko lægur hlut, ég meina bara umhverfið þolir það ekki, hvorki umhverfið nýja mannfólkið að verða haldið áfram á sama hátt og það hlýtur og það er þegar búið að hreyfa við hlutum þannig að það eru konar á stað öflugar hreyfingar sem að vinna að því að verði komið á fót umhverfisvænni framleiðslu og annað slíku og það er svona aspekt sem að var ekki eins sterkt inni á þeim tíma sko, 1917, þá var það alls ekki inn í myndinni. Það er líka mikið orka sem að auðvaldi leggur í það að svona ræna þessum hugmyndum og reyna svona markaðsvæða þær og láta lít út eins og að mengunar valdarnir séu að minnka mengun. Já, það er gríðarlega orka sem að lagði það. Þannig það er svona forræðiskreppa sem þýðir það að valdið dettur og eftir situr þetta tómarum hér. Já. Og það er kannski erfitt að átta sig á því hvaða öfl það eru sem að takast á valdið yfir framtíðinni. Já, og sem sagt, sko, hvers konar samfélagssáttmáli næst, þú veist, á hvað lendum við með næsta samfélagssáttmála, því að ef við horfum til sögunar, eins og við erum að reyna að gera, þá kom samfélagssáttmáli í flestum löndum á millistíðsárunum. Vísu var það mjög öfgafullur í Þýskalandi og ekki sáttmáli, það var aldrei sáttmáli, það var aldrei samfélagssátt eftir að næsta tóku völdin því að stórluti þjóðurinn var á móti næstum. Það var eiginlega bylting sko. Það var bara bylting. Lýðræðisbylting eins og má benda á að hafa orðið víða hér. Ég minna það er svona, ég veit ekki hvað þetta kallir þetta, það sem að valdhafarnir ná völdum í lýðræðislegum kosningum en nota þau síðan til að beygja undir sér ríkisvaldi. Við sjáum þessa þróun í Póllandi, Rússlandi, Tyrklandi, Ungverjalandi og ég vissum að það er engin vand að benda á dæmi sambærilega þróun miklu nær okkur. Það sem að stjórnvöld eru að auka völd sín í samfélaginu gegn almenningi, til dæmis með því að draga úr samningsrétti og verkfallsréttingar og svoleiðis. Þannig að þetta er bara mjög nálægt okkur þessi þróun. Algjörlega. Þannig að þetta er bylting, ekkert síður en Nei, þetta er bara önnur leið. Bylting er ekki alltaf góð. Nei, þetta er valdataka, þetta er valdarán borgarstéttarinnar, þetta er einhliða og það er svona, ég meina hvernig stendur að Rússa fara út í stríð, það er að því að það er spenna innan borðs í samfélaginu út af því að stjórnvöld þau þurfa á einhverju svona að halda stríði til að halda samfélaginu saman. Þannig að við erum í þessari forræðiskreppu og það er óljóst, það vantar nýja samfélagssáttmála. Stundum er erfitt að átta sig á því, sko, er einhver umræða í gangi það hver hann ætti að vera eða er þetta bara átök á milli hugmynda og hópa? Já. Og það er eiginlega næstuð eins og það geti orðið bara tilviljun, sko. Eitthvert frík augnablik sem getur ráðið í, sko, hvaða fyrirbrigði verður ofan á. Já. Mun Inga Snæland verða forsætisráðherra og stýra samfélagssáttinni á endanum. Já, eða Sigmundur Davíð. Já, Kristrún Frostadóttir eða Sólveig Anna. Já. Það veit enginn. Kannski kemur Ólafur Ragnar aftur. Hugsanlega. Herðu, það er gaman að rifja upp söguna og nota hana sem tæki til þess að velta fyrir sér framtíðinni. En það verður alltaf svolítið loftkendara þegar við tölum út í framtíðina. Jú. En það er líklega ekki hægt að skilja samtíman nema með þessu hvoru tveggja, það er annars verið að þekkja söguna, en líka að þora að horfa inn í framtíðina hvert hún geti mögulega leitt okkur. Já, ég tek alveg undir þau orð og bara takka fyrir skemmtilegt spjall. Takka þér enn frekar.
gaman að fá að koma hérna. Herðu, og kannski fæið þið aftur til þess að koma hingað og segja okkur brot úr sögu sósíalismans. Já, ég alveg til það. Kærar þakkir. Takk. Þetta verða lokin hérna við Rauðaborðið í kvöld. Hér á eftir byrjar nýr þáttur sem heitir Fótboltasögu fyrir svefnin. Mjög áhugaverður. Hvetjum til að fylgjast með því. Rauðaborðið verður því aftur á morgun klukkan 8. Takk fyrir í kvöld.